Þá fór hún í gang, vélin, þegar ég notaði þetta, sem þú veist ekki hvað það náttúrulega, þá er bara bíp bíp. Og ég veit að það merkið að eitthvað sé ekki að virka. En maður nú annað því að geta bjargað sér einhvern veginn og það gerist líka núna. Og núna allt farið í gang og þú ert að horfa á þennan fallega mann í eitt skiptið í viðbót og færið ekki leið. Veistu það hverju? Að þú veist, hefur séð, kynnst og þekkir orðið, tala Guðs orð. Og þú sem ert með trú í þínu hjarta, þekkir Jesú Krist, einfaldlega færið ekki leið á orði Guðs. En það hins vegar gæti alveg gerst að þú fengi leið á þessum einstaklingi. Hann er eins og þú maður, eins og þú líka mistækur, eins og þú gerir mistök, eins og þú segir stundum óvarleg orð og allt saman það. Og að því að svo er í stakkin búið og að því að svona er málið og lífið, þá segir hann við Jesú Krist, Drottinn, ég ætla að starfa fyrir þig núna og ég ætla líka að stíga sjálfur til hliðar til að tryggja það að þú og þitt orð, blessunin þín, nái fram að ganga hindrunarlaust af þessum einstaklingi. Og þetta er gerlegt, vinnandi vegur til lengri tíma með því að temjast við eitt sem heitir auðmýkt og skilja hvers vegna. Maður þarf á henni að halda meira en líklega flest annað kringu sitt trúarlíf. Og það hefur maður séð að roki hefur fellt menn. Og ég veit að því að ég er maður, ekki öflugri maður en nokkur annar, að ef ég fer þangað til rokans, mun að sennilega líka fella mig. Og þetta er nú það sem maður hefur lært á þessari leið, að forðast það í Guði sem mögulega, hugsanlega gæti fellt mann. Og lífið er, mitt líf og þitt líf, er til að læra af því. Það sem gerist í kringum okkur er til að læra af því. Og við lærum af því, tökum það fram sem betra er og forðumstum að fara þangað þar sem að maður hefur séð menn og konur falla lappirnar og sjálfu sér. Og það er mín kenning og kennsla að segja við sjálfa mig og okkur öll, þig líka, að hafi þetta fólk geta farið með sjálft sig svo voveiflega, því þó ekki ég. Ég þakka Guði fyrir það að þetta hefur alltaf verið með mér. Ég hef séð mistök og ég segi, ég vil ekki fara þangað. Ég hef gert mistök mörg og við sum hef ég sagt, þetta ætla ég ekki að gera aftur. En ekki svo að skilja að maður hafi ekki gert áfram kannski sömu mistökin. En sum hefur maður lært af og þau eru ekki lengur mitt hlutskipti eða val yfir höfuð. Ég veit ekki hvað þú kallar þetta, en ég lít svo á að þetta sé af hygni gert, reynt og lært. Og úr því að ég get gert þetta og farið þessa leið, veit ég að þú getur gert það líka. En eins og ég, þá þarft þú að sjá hlutina kannski með öðrum augum en þú hefur gert. Eins og ég var líka að tala og ég veit að ég vilji Guðs,
lífið er til að læra af, til að vara sund, hleypa öðru að og svo framvegis. Og enginn nema ég vel þetta fyrir sjálfan mig. Ég sé að þessi nú að gera býsna flotta hluti. Já, þetta er eitthvað sem maður getur alveg fyllt. Og kannski tekur maður þetta upp á sína arma og fer að gera einhverja áþekka hluti, enginn gerir náttúrulega eins. En svo að segja annað, vá maður, þvílík bombelta. Þangað vil ég ekki fara með sjálfa mig. Og þá kemur maður aftur á þeim stað að segja, og því að þetta fólk gat þetta, þá get ég það líka. Það er sannleikur, minn elskaði vinur, að enginn maður, sama hvað þú segir, sama hversu hátt þú skrifar hann, er öðrum manni öflugri. Við þurfum á Jesú að halda, og hann segir og talar með þessum hætti. Segir hann enda á einum stað í orði sínu að án mín geti þér alls ekkert gjört. Hvernig tekurðu þessu? Þetta er sannleikur. Og hver er það sem bendir mér, segðu þetta með mér, sem bendir mér á hroka sem er að fella mann og annan og bendi mér á gott verk, manna og kvenna, og hvetur mig til að fylgja þessum verkum. Hver er þetta sem að svo talar? Jesú Kristur. Af hverju? Af því hann ann okkur. Hann ber umhyggju fyrir okkur. Hann sér svo að fætur okkar skriðni ekki. Þetta gangi beinan veg sem hann sjálfur hefur lagt. Og hver eru skilaboðin? Fylgið mér, sem sagt fylgið Jesú Kristi. Hann segir meira, komið til mín, þeir sem byrðar berið, og ég mun veita þér hvíld. Mín byrði er létt, segir hann, og ég man ekki alveg hvað er meira. Mín byrði er létt. Þetta eru mikilvæg skilaboð. Og aftur stendi ég í þeim hræðilegu sporum að velja. Valið eftir 30 ára trúargöngu er léttara og ég segi ég ætla að fylgja Jesú. Ég ætla að læra af því góða sem lífið hefur kennt mér. Og ég ætla að forðast það sem menn hafa gert sem er illt. Því ég veit að ef þeir gátu það, get ég það líka. Og þetta er sannleikur sem hefur gengið með mér alla trúargöngu mína og reyndar verði nú að viðurkenna það að þetta var ég búinn að sjá löngu áður. Ég var ekkert mjög gamall maður þegar ég fór að átta mig á þessu að einn lendir í þessu og ég get líka lent í því. Ég hef alltaf, eða lengi hef ég gert mig grein fyrir því að ég á nokkurn nátt er ekki öflugri nokkurri annarri manneskju. Og þetta held ég að sé ágætis veganesti sem gott er að halda í, styðja sig við og vera undir, því að þetta er sannleikurinn sjálfur. Og þetta undirstrikast í orði Guðs eins og við vorum að tala sem segir að án mín geti þér ekkert gjört. Þetta eru stór orð, en svo mikill sannleikur. Og því fyrr sem við skiljum þennan boðskap, þeim mun betur vegnar okkur. Án mín geti þér alls ekkert gjört, merkir það, þetta sem við erum alltaf að tala hér og mörgum öðrum stöðum líka. Jesús vill leiða mig. Hann er ekki fjarlægur Guð. Hann er ekki Guð sem er á tali hjá. Nei, hann er alltaf tiltækur. Og hann er tiltækur vegna þess að vera, númer 1, 2 og 3, gegnumgangandi kærleikur.
Og ef þú áttar þig á því, ef einhver getur til fulls átta sig á því, hversu óskaplega mikill þessi kærleikur þá rekur því rogastans. Og ég hef oft staðið með þeirri hugsun að segja, ef maður ætti bara brot af kærleika þeim sem Drottinn sýnir manni, vá, þá held ég að maður væri bara mjög vel settur. En þennan kærleika sem Guð þó gaf manni maður endalaust að baxast við að tosa upp. Það fráleitt að hann bara hoppi upp leiðum að vaknar, vegna þess að maðurinn, bæði ég og þú, erum fullir af hugsunum sem vægast sagt eru lítt guðlegar. Samt sem áður, í miskunn sinni, kærleika og elsku, tekur Drottinn manninn að sér og leitast við að kenna honum rétta kennslu, leitast við að benda honum á lífið og hvetja hann til að læra af því, leitast við að læra af þessu góða sem að gert í veröldinni og forðast það illa sem menn og konur eru að framkvæma. Það Guð sem gefur okkur sjón til þess að sjá þetta, vinna með þetta, læra þetta og fara eftir því og engin annar. Hvað ég síðan geri algjörlega mitt sjálfvilja val. Það sem ég get gert og þú getur gert, þú ræðir Guðs orð, kennir rétta kennslu í Guðs orði og stoppar það. Þú varpar sem sagt út með orðum munns þíns, því sem Drottinn vill segja, og trúir því auðvitað að einhverjir heyri og að sumir svona kannski finnist þetta áhugavert. Meira getur þú ekki gert. Því að Drottinn sjálfur sér að orð sitt ávaxtist. Aftur komum við að þeim sannleika í hvernig þessu liggur. Verkið mitt að standa á fætur og standa mína plikt, gera það sem ég veit að ég er kallaður til og sætta mig við það að þetta sé mitt hlutskipti. Erfitt. Ekki fyrir mig, nei. Það hefur aldrei verið erfitt fyrir mig að gera vilja Guðs. Og það hefur aldrei verið erfitt fyrir mig að sinna minni köllun. En auðvitað eins og þú og allir hinir stend ég mig að því að segja, ekki að sleppa þessu núna. Og því miður þá kemur nú fyrir að maður sleppir þessu. En það á maður aldrei að gera. Og ég veit það, og þú veist það líklega fyrir þig, ef þú veist það ekki þá það vegna þess að þú ekki enn veitt þessu athygli. Að alltaf fæ ég hnipp frá hæðum og hér ég í þessu yndislega litla herbyggi sem svoleiðis fullt af tækjum að maður kemst alla fyrir þar sjálfur, orðið. Og hvað ger ég? Nú, ég sunnan úr Hafnarfirði þar sem ég bý, yfir til Reykjavíkur og kemur inn í þetta fallega hús og hér ég. Ég segi, Drottinn sagði mér að fara. Og þannig hefur þetta alltaf verið. Þannig að hann hnippir í mig. Og ég, eins og þú, ég vona að það sé eins með þig, hefur nóg að gera.
Og ef ég fæ hnipp, þá er það næsta víst að ég er í einhverju verkefni. Og því ég veit að Drottinn var að tala og meira, veit líka að mun þá gefa mér tíma til að sinna hinnu, þá fer ég. Nánast undantekningarlaust. Og þar bíður einhvað sem bæði blessar mig og þig, af því að þetta einhvað sem er þó ekki einhvað, þetta er Guðs verk, er blessun fyrir mitt líf og fyrir þitt líf. Og það sem sagt er, kveikir von, kveikir hlýju í hjarta þínu og mínu, aftur komum við að því vegna þess að þetta er Guð að verki. Þetta er sá Guð sem ég hef þekkt í yfir 30 ár. Þetta er sá Guð sem að ég vissi ekki haus né sporð á fyrir rúmum 30 árum, hugleiti ekkert, aldrei, en svo gerðist það. Og það má segja að frá þeim tímapunkti hafi hjarta mitt hugleitt þennan veruleika upp á hvern dag. Og hér er ég, orðinn skemmtilega gráhærður. Þú kannski vissilega ekki, en einu sinni var ég dökkhærður. Þú kannski veist það. Augabrýrnar eru ennþá svartar eða dökkar eða hvað það er. Ég þarf að skoða það. Kannski eru þær gráar kannski líka. Það væri bara flott, eða ekki? Þá væri maður allur eins, grár og gugginn. En þetta er nú aukaatriði. En Drottinn elskar mín gráu hár, ekkert síður heldur dökka hárið mitt. Og líka þegar bítlahárið var á þessu höfði sem náði manni niður á, ekki niður á axli, ég var reyndar aldrei með það, en svona nánast niður á axli. Ég man eftir ein frænka mín sagði svakalega voru bræður mín eða frændur mínir hárprúðir á þessum árum. Það var rétt. Við vorum nokkuð hárprúðir á þessum árum. En svo fauk nú hárið og niður í rót eins og nú er hjá mér, svo vex þetta náttúrulega alltaf, maður er alltaf að klippa sig. Og hárið er eins og það er. En veistu hvað? Guð elskar þennan mann engu minna í dag en hann hefur alltaf gert. Hann horfði á manninn koma í heiminn. Og elskan kviknaði strax hjá honum. Þannig að hann vissi alltaf af honum. En einstaklingurinn, ég ekki, á Guði. Hugleiti hann ekkert aldrei, og ég er að segja ykkur sannleikann, þangað til bylgjan kom. Og ég áttaði mig á því að þetta var allt til fyrir orð Guðs, að heimarnir, ég man alltaf eftir þessu, það kom til mig þessi orð, að heimarnir verður til fyrir orð Guðs, heimarnir, ekki í eintölu, heimur, heldur heimarnir. Þetta hefur aldrei farið frá mér og ég hef alltaf oft hugleitt þetta, hvað á hann við. Ég er ekki ennþá búinn að fá neitt svar, en þetta kom til mér. Að heimarnir urðu til fyrir orð Guðs. Ég sé ekkert orð Guðs. Það hefði þetta bara heyrt það eins og þú. Og þegar ég hendist, var alltaf svo sniðugur. Ég hendist í þjóðkirkjunni í Hafnarfirði. Og ég var náttúrulega alveg viss um það að ég myndi ekki muna reikningaversi sem okkur var gert að fara með á fermingardaginn frammi við altarið. Og ég ætla nú aldrei að snúa allt liðið maður og muna þetta ágæta reikningavers. Þannig að ég tók reikningaversið sem er í boganum yfir
altarinu, þið munið alveg hvað þið kunnið alveg svoleiðis afturbók áfram. Þegar ég ætlaði svo bara að lesa það áður ég kæmi heim og var alltaf að lesa þetta. Nei, áður ég færi fram, þar sem presturinn sagði sín orð og ég átti að svo segja það sem ég ætlaði að segja. Það stóð allt fast, mundi ekki neitt. En séra Garðar blessaður, hann sá í hvað stendi, hann fór bara með það og ég reyndi að fylgja honum. Þannig fór nú sjóferð þá. En ég fermdist og fór heim í veisluna mína, fermingar, og allt mitt fólk kom. Sumir gáfu mér fermingargjafir og hún amma mín blessunin, sem þá var enn á lífi, mætti og lék mig alveg hrikalega illa þegar ég var búinn að vera, ég á mörg systkini og ég var búinn að vera í fermingu þeirra, eldri systkina minna, samfeðra, og hvert og eitt af þeim fékk 1000 krónur. Þú hefur ekki á. Það var nokkuð mikil peningar þá, skal ég segja. Og ég náttúrulega átti von á mínum 1000 krónar seðli. Og svo líður og býður maður og klukkan alveg svoleiðis gekk og gekk og aldrei kom þúskallinn. Svo eitt skipti þá móður mín blessunin fram í eldhúsi og allir frammi í herbyggjuna, hún var bara einn þá og ég kom þangað. Hnykkti hann og sagði, mamma, ætlar hún ekki að fara að gefa mér, ætlar hún ekki að fara að gefa mér þúskallinn? Þá, ekki hátt. Það kemur, hafði engar áhyggjur. Hvað það? Ég hafði náttúrulega alveg gríðarlegar áhyggjur, ég held ég var að missa þarna stórum upphæðum. En svo líður að kvöldi og 10-leytið fór seint blessunin. Elti hana fram í gang, ekki alveg búin að gefa vonina. Þá fer hún ofan í veskið sitt, blessuð gamla konan, og ég fekk minn 1000 krónar seðil og var aldeilis glaður. En algjörlega búin að afskrifa þetta. Svona nú hugur bassis og drengsis. En allt kom þetta. Þetta fyndið og það má líka alveg vera fyndið. En þarna þekkti ég ekki Guð. Hafði aldrei kynnst Jesú. Þó ég væri nýfermdur þá vissi ég ekkert hann. Svo leið og beið. Lífið hvolfdist yfir og ég varð að unglingi, fór til sjós og svo að drekka áfengi sem líka lék mig grátt og hvolfdi mér, skellti mér niður í dýpstu myrkur og þá í raun og veru, eftir nokkur ár, ég var í þessu nokkur ár, þá í raun og veru, eftir á hyggja, mætir drottinn mér fyrir alvöru. Það var á nýársdegi 1979, held ég, 1979, þetta skrall gamlársdagsins, eða kvöldsins. Ég man alltaf eftir því, sárþjáður af timburmönnum, sagði við sjálfa mig, hei, nú hættir þú þessu. Og veitir menn, hönd kemur út úr myrkrinu og tekur það úr hjarta mínu sem olli því að ég var að sulla í þessu brennivíni. Ég man eftir því, horfði á það, hverfa í þessari hönd. Ég sagði að ég muni aldrei aftur drekka áfengi. Og síðan eru liðin
þetta var 79, þú reiknar, þetta yfir 40 ár, á löngunar í eitt einasta skipti. AA-menn, með allir virðingu fyrir þeim og þeim ágætu samtökum, eru ekki hrifnir af séu menn að gefa út svona yfirlýsingar. Það kemur alltaf sama svarið frá þeim. Já, maður á nú ekki að segja svona því að þú veist aldrei nema. Ég segi, ég veit að þetta gerist ekki aftur. Og það hefur staðið. Ég veit ekki af hverju þeir vilja hanga í þessu, en ég er ekkert að neitt að gagnrýna það, þeir gera þetta bara eins og þeir vilja. En þetta hefur algjörlega fylgt mér og það vita allir sem þekkja eitthvað til mér. En það var ekkert gott að vera edrú. Veistu af hverju? Meinsemdin öll sem drykkjan olli varð eftir. Var óuppgerð. Í raun og veru var maður kyrfilega lokaður og læstur inni sinni skel og gat ekki tjáð sig sitt fyrra líf. Og ég get sagt þér það, ég veit ekki hvort þú ert á þessum stað, en kannski þekkjur það, að í hvert einasta skipti sem menn fór að tala áfengi, þá var þessi horfinn af vellinu. Árið 1984 var ég í siglingum, þá var ég löngu hættur þessu. Og það var sama þar. Ég man eftir sérstaklega einu kvöldi, við sátum inn í borðsal, inn í setustofu, við vorum að horfa á eitthvað sjónvarpsefni, það var nú bara vídeó þá. Og upp kemur eitthvað drykkjuraus, drykkjusögur. Ég gat ekki hlusta á það. Ég fór. Veistu af hverju ég gat ekki hlusta á það? Af því ég var smeykur við það að einhverjir myndu vinda sér að mér og spyrja mig, heyrðu, hvernig var þetta hjá þér? Og ég ætlaði bara að forða mig frá því að lenda í þeirri stöðu. Þannig ég fór. Ég gat ekki tjáð mig það, eins og ég var að segja á það. Mér var það lífsins ómögulegt að standa í því. Og það var minn akkillesarhæll á þessum árum. Akkillesarhæll á þessum árum. Og sem sagt, 1989, eins og ég oft sagt, frelsaðist ég. Og þá, hvort þú trúir því ekki, ég veit þú trúir því ekki, en þá fór ég, segi ég, í mína fyrstu í raun og veru meðferð. Þá var ég búinn að vera edrú frá 79 og þetta er, já, 2000. Og hvað gerist maður? Undur. Ég, náttúrulega veistu allir sem fari í meðferð, við ræddum málin og það voru svona grúpur, það heitir grúpur og líklega heitir það ennþá. Við vorum eitthvað 10 í þessari grúpu og þessir ágætu vinir mínir fóru að tjá sig. Ég sagði maður, vá maður, horfði svona í kringum mig. Bara, hér er ekkert nema ég. Þeir voru bara að segja mína sögur. Og ég sagði, hei, fullt af mönnum hefur lent í nákvæmlega saman og ég, því að þeir voru bara að segja mína sögu. Og ég fór að tala mína sögu. Segja eins og þetta var. Og þeir tóku allir undir þetta, því þekktu þetta allir. Þannig fóru þessar byrðar. Og eftir þetta var ég 100% laus og frá þeim tíma hefur það ekki verið neitt mál fyrir mig að tjá mig þessa svörtu
dökku, dimmu, leiðu daga í mínu lífi, en ég geri það ekki nema, ég geri það reyndar mjög sjaldan, því að satt að ykkur að segja þá nenni ég því ekki, nema ég sé beðin það. En þá líka get ég það alveg ef ég vill. Þannig að það er til lausn fyrir ykkur. Það er ekkert líf, hvort sem er fyrir mig að þig, að ganga samanhertur, óttasleginn, ekki þorandi að tjá sig það sem maður virkilega þarf að tjá sig vegna þess að telja sjálfan sig svo vondan mann og svo hafa svo einstaka reynslu að vera viss að hvort þið enginn myndi trúa þessu. Annað kom í ljós. Heill hópur af fólki, vinum mínum, sem ég veit reyndar ekkert hvar eru í dag, höfðu upplifað þetta nákvæmlega eins. Og hvað er þetta? Hvaða mynd erum við að sjá þarna? Við erum hvort fyrir annað. Við eigum að deila reynslu okkar til hvors annars. En það er algjörlega á valdi einstaklingsins að sækja sér þessa hjálp. Ég var einn í minni kröm. Ég hugsaði ekki mikið þetta að það væri mögulega hægt að leysa þessi mál. Ég þekkti ekkert, hvernig sem þú tekur því, ég þekkti ekkert á þessum tíma til neinna meðferðarmála. Vissi ekkert þetta. Maður sagði mér það enginn. Kannski vegna þess að ég var ekkert að tjá mig þessi mál. En svo sá ég þetta. Svo kynntist ég þessu. Svo fór ég í svona meðferð. Og það breytti öllu mínu lífi. Allt vegna þess að ég leyfði Drottni að stjórna. Og það geri ég enn. Já, vinir, niðurstaðan þið eru hvort fyrir annað. Þannig byggir Drottinn upp sitt samfélag. Við erum hvort fyrir annað. Þess vegna það svo mikilvægt að við tölum saman. Verðum vinir. Þekkjum hvort annað og veitum við erum að byggja upp alvöru samfélag sem virkilega vill lofa lifandi Guð og hvað þurfum við meira? Ekkert. Þannig við getum, mínir elskuðu vinir, leyst mörg okkar mál, margar okkar krísur ef við bara sjáum, ef við bara þekkjum leiðina og þar fram eftir götunum og þá kemur aftur til kasta hinna. Hvernig? Mögulega gætu þér sagt þér frá þeim. Það var ekki gert hjá mér, við mig. Hann nefndi þetta enginn við mig, aldrei að til væri einhvað sem væri hjálplegt fyrir mann í minni stöðu. Enginn. Ég spurði engan. Eðlilega. En svo fór þetta allt saman að brotna. Og fyrir margt löngu, áratugum reyndar í dag, þetta líf, það náttúrulega þetta er svona svarti bletturinn í mínu lífi, ég vil nú viðurkenna það það ennþá, en það plagar mig ekkert lengur. Og ég get alveg tala það hvenær sem ég vil, en eins og ég var að segja á það, þá ég svona ekkert mikið að gera það, eins og ég var líka að tala mér leiðist þetta að vera mikið að tala þessi mál. En ég geri það, ef ég sé að það ætlar að gagnast öðrum.
Kannski þess vegna er ég að tala þetta núna. Að því við erum hvort fyrir annað. Og þannig verður þetta alltaf. Við erum hvort fyrir annað. Fræðum hvort annað réttir í fræðslu. Ekki vera bullarar. Sumir eru bullarar. Ekki vera þar. Leyfðu anda Guðs að tala í þig, tala það út sem hann vill segja og hvað? Einhver leysist. Einhver fær svar. Einhver fyrir að gera eitthvað í sínum málu sem hann hefur aldrei gert áður. Og hvað? Eftir tíma, stuttana langar, er hann laus. Það er hægt að leysa menn. Þess vegna segir Drottinn, verið hvort fyrir annað. Verið vinir, talist við. Og látið engan segja einhver annað en að það sé það sem þurfi. Þannig byggist upp samfélag að vináttu. Og þetta samfélag byrjar að byggjast upp vegna þess að menn eru loksins farnir að talast við. Og þetta er einmitt það sem ég er að sjá í dag að Drottinn er að fara að gera. Og ég er þakklátur fyrir það að svo sé. Ég veit og Drottinn hefur sýnt mér að þetta er leiðin. Að bættu samfélagi, tölustum við. Og hver í raun og veru sem hugsar málið getur ekki tekið undir þetta. Þetta samtalið byggir upp vináttu. Og vináttan kemur vegna þess að við förum að þekkjast betur. Þannig er það. Er þetta leyndardómur? Nei, þetta er lífið sjálft. Þetta hefur alltaf verið til, þessi þekking hefur alltaf gengið með okkur. En við misjafnlega áfjóði að kynnast henni. Þetta með öðrum orðum er að gera lífið sitt einfalt. Er að gera lífið sitt einfaldara. Og þá líka deyr margt í okkar hugskoti. En núna sé ég að þú ert orðinn slættur af þreytu og nennir ekki hlusta á meira. Ég geti talað í klukkutíma viðbót. En við stoppum núna og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig, hóstar og kveður.